Jæja, Flosi Eiríksson, formannsframbjóðandi í VFR, velkomin til mín. Takk. Það verið að kjósa núna í þessari viku, hefst kosningin bara á 50 dagar, ekki? Jú, passar. Og þú ert einn af 4 frambjóðendum í þetta stóra verkalýðsfélag. Þetta ekki stærsta verkalýðsfélag? Jú, þetta er 40.000 manna félag, Já. rúmlega og langstærsta verkalýðsfélag landsins. Kosningarnar byrja núna á 5. daginn, 7. og standa til 13. eru rafrænur, eingöngu. Svo þess að geta allir kosið og það er mjög einfalt, fyrir nú síðan á VFR og gíst. Og þetta eru, 40.000 félagsmennum, það bilið eitthvað? Já, það er eitthvað svoleiðis og síðast kusu svona 25-6% af þeim, svona 10.000 is. Vonandi verða meira núna, þeir eru 4 í framboði til formans og mjög margir í framboði til stjórnar einnig, það er líka verið að kjósa hluta stjórninni. Svoleiðis að ég er að vona að vera mikið þáttaka því auðvitað er miklu betra fyrir hvern þann sem vinnur að hafa alltaf gott og sterkt umboð fyrir í sinni stöðum. En hvað er það sem að drífur þig áfram í að sækjast eftir þessum? Ég hef alltaf haft mikið áhuga á þessu, stjórnmálum, verkalýðsmálum, pólitík, efnahagsmálum. Það sem drífur mig svolítið áfram í þessu er svona svolítið gamaldags hugmyndum að maður eigi að leggja eitthvað fram. Við búum núna við kaup og kjör, aðstæður og samfélag sem þeir sem á undan okkur komu byggðu upp. Það voru þeir sem tryggðu okkur almannatryggingar, það voru þau sem tryggðu okkur sjúkrasjóðuna, verkalýðsfélögin, orlof og svo framvegis. Mér finnst ég svolítið skulda núna þeim sem á eftir okkur koma og þeir sem eru núna að berjast fyrir þeirra kjörum og bæta þau. Þetta er svolítið sama, ef ég má segja, ég hef verið í Breiðabliki. Ástæðan fyrir því að ég er í því. Ég hef ekkert rosalega mikinn áhuga á fótbolta. Ég hef aldrei æft fótbolta og ég hef ekkert opbóðslega mikinn áhuga á fótbolta. En þegar krakkarnir mínu voru litlir, þá voru þeir að æfa hjá Breiðablik, bæði fótbolta og aðra greinar. Og þá voru sjálfboðaliðar fólk sem skiplaði félagið. Ég var þá að nýlega konu námi, komandi með fótunum, eignast húsnæði og við í öllu þessu. Svo þá var fullt af fólki í félaginu. Núna er ég í félaginu fyrir þetta, fyrir það fólk sem er núna komið til þessu fótunum, er að byggja eða byrja á vinnumarkað eitthvað framvegis. Svo að þetta er eiginlega það sem rekum mig áfram. Það er þessi samfélagslega ábyrgð. Já, skil ykkur tilbaka. Núna hef ég tíma til þess að sinna þessu Breiðabliksstjópi, en ég held að varðandi VFR þá hafi ég tíman, áhugan og bakgrunn og þekkingu í það. Ég hef verið á atvinnumarkaði náttúrulega bara í Svartir, alltaf, og smiður lengi fyrst og svo vann ég á KPMG og Íslandsstofu, Aton og svo Starfsgreinasambandinu, þar sem ég var framkvæmdastjóri þess bandalags frá 2018-22. 18 verkalýðsfélögum land allt, fór í gegnum 2 stórar allavega, ef ekki 3 samningalótur. Við semst gert kjarasamning á almennu markaði, lífskjarasamningin fræga, ég var í kringu það og síðan við ríki og sveitafélög. Svoleiðis ég þekki undirbúningin, vinnuna, aðferðafræðina og það allt afar vel og hef dálítið sterkar skoðanir hvernig við eigum að standa að kjarasamninga gerð og hverju þeir eiga að skila. Ég var svo skipaður tíma eftir ég hætti á Starfsgreinasambandinu aðstofamaður ríkissáttasemjara. En lögin sáttasemjari þannig að hann má skipa hvern þann sem hann vil sem aðstofamann og það er óheimilt að segja nei. Já, varstu þá, hver var þá? Aðalsteinn var. Já, Aðalsteinn. Og það er óheimilt. Það voru róstursamir tímar. Það voru spennandi tímar og þá sá ég þetta svona úr annarri átt, sem hlutlaus starfsmaður embættisins að reyna að leiða menn saman. Mér varst það opaslega gagnlegt líka. Svoleiðis að það er svona eitthvað sambland af því að ég held að ég hef mjög mikið fram að færa og mér finnst ég skulda smá. Þetta hljómar svona eins og þú, án ég hefi kafað djúpt í hinna frambjóðendunar alla en þú ert með reynslu umfram þá flesta eða hvað? Já, ég held ég hafi það og þeir hafa sumhver starfa svolítið innan VFR og ég held að þetta sé alltaf besta og vandaðasta fólk en ég held að ég sé að koma með eitthvað að borðum sem engin annar geri fyrir utan svona minn kraft og áhuga. Mér hefur líka gengið mjög vel þar sem ég hef verið að ná mönnum saman. Það fer aðeins í taugarnar á mér eða minnst að dapurlegt að þær fréttir sem af VFR þessa dagana með einhverja deilur inn í stjórninni, rifrildi einhver launamál og svona. Núna á þessum tímu finnst mér að verkalýðsfélagi þegar ég verið að tala um eitthvað annað. Við erum með... Það er að vera að tala um núna. Já, þú sér að það voru gerðið kennarasamningar í síðustu viku. Já.
Síðan hefur Efling sagt upp samningu við starfsfólk eða samtök félags í velferðarþjónustunu, já, að því að þar hafi ekki gengið ákveðnir hlutir eftir. Þetta eru gríðlega stór mál á kjarasamningssviðinu sem VFR á náttúrulega verið að taka þátt í að ræða. Hvaða áhrif hefur verið þetta á verðbólgu? Hvað gerist með vexti? Hvað gerist með forsendur kjarasamningana sem VFR gerði í fyrra? Við höfum að vera þarna, það er raunverulegu verkefni og fólk hefur áhyggjur og þetta sé allt í uppnámi, þessi kjarasamningar þegar kennarar að hækka svona rosalega duglega og hvernig lítur þú á það, ætlar þú að ríða þér fram á völlin og segja nú heimtu við meira líka? Ég held að þetta sé alls ekki svona einfalt, ég finnst að við þurfum nú aðeins að greina betur kjarasamning kennara sem eitthvað sambland af launahækkunum núna og eitthvað launahækkunum sem þeir og við semjendur þeirra töldu þeir réttu inni og við höfum ekkert endilega verið í þessum reyna samanburði en þetta hefur áhrif og auðvitað á VFR að vera að stíga fram núna og segja við telum að þessi áhrif eða hinn áhrifin við veit að stjórnvöldum þetta eðlilega aðhald að því kjara tölfræðinefndin hefur svona sýnt fram á það að frá síðustu kjarasamningu sem eru gerðir í mars í fyrra hafi kaupmáttur VFR félag aukist 7%. Veitu hvað sýnir frá það séru? Kjaratölfræðinefndin, já. Ok, ég finn ekki fyrir þessum 7% kaupmáttar auka í vasanum en göngum út frá þessum vísa þetta sé rétt. Þá er eins gott að efnas ástandi verði svolítið stabílt, stöðugt. Vextir haldi áfram að lækka á svolítið sem við tryggjum þetta. Þessna hlýtur VFR núna að eiga að koma að umræðunni, hafa þessi nýju kjarasamningar áhrif. Hvaða áhrif? Hvernig þau ætlum að bregðast við? Þar félagið að sækja þá meira eða ætlum að bregðast við með einhverjum öðrum hætti. Ég sakna félagsins úr þessar umræðu. Svo náttúrulega líka blikur og loft í heiminum. Ekki bara hér innanlands, heldur í Evrópu og Bandaríkjunum. Hefur það áhrifin í félagið eins og VFR? Já, það hefur áhrif á efnahagsástandi, það hefur áhrif á atvinnumarkaðinn, það hefur áhrif á vinnuna sem í boði. Ég held að öflug stjærtarfélög séu forsendan fyrir öflug atvinnulífi og þetta þurfa að fara saman og við þurfum einhvern veginn að horfa á það. VFR semur svo til eingöngu á almennum markaði. VFR það er engin VFR félagar gerir ekki samninga við ríki eða sveitarfélög. Svolítið að VFR og VFR félagar óbúslega tengdir því hvernig gengur í efnahagslífinu. Og ef það gengur þokkali í efnahagslífinu og atvinnulífinu þá hafa menn meiri möguleika til að sækja kaup og kjör. Þetta fer saman. Og þess vegna finnst mér að það komi okkur við menn er gott að vera hérna með atvinnurekstur vilja menn koma með atvinnurekstur annar staðar frá, hvernig tökum við á móti erlendum fyrirtækjum, erlendum starfskröftum er erfitt eða auðvelt fyrir fólk að fá hér vinnu og svo framvegis við að vera kjark meiri í að tala inn í þennan hóp. En það er líka þessi samanburður alltaf á hennum almennamarkaði við opinbera starfsmenn. Það er oft mikið verið umræðin núna nýverið, viðskiptaráðið verið að benda á gríðarlegan svona mun á réttindum opinbera starfsmanna og hennum almenna markaði og það er jafnvel talað að opinbera kerfið sé leiðandi í launatölum. Það er ekki gríðarlega mikilvægt að það sé aðhald þarna og það sé raun og veru jafnað á milli sá munur sem að það er. Varandi réttindi þá að það sé svona einhverjar sögulegar skýringar svo getum við aðeins rifist hvort að útreikningar viðskiptaráðs hafi réttir eða ekki nákvæmlega en leggjum það til hliðar. Auðvitað þarf þetta réttindin hann á milli að vera svipuð og við viljum náttúrulega að það sé með þeim hætti að svona grunnverðmætasköpun í landinu einhvern veginn leiði efnahagslífið og hvernig hvað við höfum til skiptana. Ég skal svo rífast alla atvinnurekendur í landinu hvernig við höfum að skipta kökunni. En það er áhyggjuefni í sjálfu sér ef við höldum að þetta verði einhvern veginn ótengt. Og mér finnst það til dæmis mjög athyglisvert núna hjá þessari nýju ríkisstjórn sem ég finnst ekki hafa heyrst lengi úr þessum geira að menn ætla að spara svolítið. Þú veist, auglýst eftir einhverjum tillögum að sjá hvort það kemur út. En það er alltaf til, menn segja við ætlum að fara vel með peningana. Ég vil borga frekar mikla skatta. Ég vil halda upp öflugu velferðarkerfi, en þá vil ég að þeir fari í það. Og bara eins og í öllum rekstir, það var alltaf gott að taka til. Og þá hljótum við líka að velta fyrir okkur þessu samspili í launabransanum, milli opinberra starfsmanna,
og þeir sem vinna á almennum markaði. Ég vil ekki taka undir það sem ég heyri stundum opinbera starfsmenn og mér finnst það alls ekki viðandi, menn tala eins og þeir gera ekkert í vinnunni, þú veist, þeir séu bara að naga blýant og þeir séu bara þarna og svona. Ég held að það sé bara duglegt, það sé bara eins og annað fólk á vinnumarkaði. Það fullt af fólki á almenna markaðanum sem nennir ekki að vinna og vice versa. En það virðist vera þannig að sko opinberir starfsmenn hafi ríkari sko veikindaréttindi og svo framvegis og þeir nýti það líka meira einhver hlutu vegna og maður heyrir bara svona, þú veist, það stárar hjá hennu opinbera, þá skiptir engu máli þú takir 2 klukkutíma hádegismat og sem að, þú veist, þú kemist aldrei upp með á almenna markaði. Heldur að þetta sé ekki til í þessu? Ég held að þetta sé stórlega orðum aukið og ég held að langflestir sem vinni á ríkjubæ sé bara afar duglegt og vanda fólk sem sinni sínu starf og í sínu vinnu. Ég hef ekki von á öðru. En ertu ósammálaði að það sko ákveðnar hagfræðikenningar sem segja að verðbólga sé fyrst og fremst keyrð áfram af sko eyðslu ríkisins og þess vegna trúa menn eins og Vestanhafs núna mikil tiltekt í hjá hinu opinbera. Elon Musk er fenginn til að skera þar niður og þau eru eins og þú sagðir, íslenska ríkisstjórnin að óska eftir sparnaðartillögum og svona, menna er ekki mikilvægt að það sé mikið og gott aðhald að við séum ekki að eyða ríkiskrónum í einhverja vitleysu? Ég held að það sé mjög mikilvægt og skipti bara eitt af þessum stóru málum og það hefur auðvitað áhrif á verðbólguna líka því umsvif ríkisins hafa áhrif og sérstaklega ef þau eru fjármögnum til dæmis með lántökum og svona, þá hefur áhrif á lífskjör okkar. Svo þetta skiptir mjög miklu máli. Þá þurfum við að velta fyrir okkur hvaða verkefni ríkið að sinna og eitthvað að því sem það á til dæmis ekki að vera að gera. Ég syns reyndar ekki framboð til Alþingis, ekki núna, en svoleiðis að ég held að við hljótum að fagna öllum slíkum pælingum en svo sér maður eins og verkefni sveitafélagana sem eru svona í stærstum hluta skólar og leikskólar og slíkt, þá þetta bara launakostnaður. Meiri hluti útgjalda sveitafélagin eru laun, mikill hluti útgjalda ríkisins eru laun, við erum að reka hér spítala og háskóla og framhaldsskóla og svo framvegis. Svoleiðis að leiðum menn tala að spara, þá þarf mann að velta fyrir sér ætlar að fækka starfsfólki, ætlar að skera niður ykkur verkefni, hætta ykkur eða ætlar að berjast fyrir að borga lægri laun. Já, en síðan þetta eiginlega svona tvískipt, það að segja verkalýðsfélag þarf að berjast fyrir kjörum og tryggja að það sé allt í takt við það sem að gerast í samfélaginu. Síðan þetta það sem að félagsmenn horfa kannski meira til, jafnvel bara svona hin ýmsu réttindi og fríðindi sem þú fær fyrir að vera í þessu verkalýðsfélagi umfram annað eða eitthvað þannig. Hvað ertu með? Ég sá til dæmis að einn mótframbjóðandinn að setja á stofn leikskóla fyrir börn félagsfólks VR á aldrinum 12-24 mánaða. Ertu með einhverja áherslur svona í þessum málum? Já, VR almennt séð held ég velrikið og vel utan það haldið. Það öflugt félag, stendur vel og það velrikið. Það sem VR þarf að gera betur og á að gera betur, við erum að vera nær okkar félagsmönnum, heyra betur í þeim og slíkt, vita hvað þeir eru að gera og svo geta menn gert betur í svona stuðnings- og styrkjamálum. Við erum ekki með fæðingarstyrk til dæmis og fleira svona slíkt sem mætti, ég held að við að lagfæra. Er það ekki almennt í verkefnisfélögum? Jú, það svona aðeins mismunandi en það almennt í þeim. Og þetta svona styrkja og sjóðakerfi verkalýðsfélaginu nokkuð flókið, það er svolítið mismunandi eftir stéttum og hvar á markaði menn eru. Ég held að VR geti gert betur í því. Við þurfum líka að passa okkur samt í því að sjúkrasjóði verkalýðsfélaginu sem mikið sótt í, að þeir séu ekki í æmæri að mæla að taka sér verkefni sem ríkið á að sinna. Nú getur við sótt í þinn get ég komið, ef ég fyrir sálfræðing þá get ég komið til VR og fengið þá mínu varasjóð. Fínt. Og varasjóður inn og það sem getur sótt í helgastæði hvað með í kaup. Nú erum við mikið talað samfélaginu og allt í sammála það að við eigum að reyna að auka þessa þjónustu.
hún á þá að vera miklu meira á hendi ríkisins, sveitarfélagin, eitthvað slíkt. Ég svona pínur hræddu stundu við þegar menn eru að lofa alls konar sem verkalýðshreyfingin eiga að gera. Menn eru að taka af sér verkefni sem verkalýðshreyfingin á ekki að vera að sinna. Og ég held til dæmis það eitthvað leikskóla, verkalýðshreyfingin er alls ekki að gera það. Verkalýðshreyfingin á almennt séð ekki eða verkalýðsfélög á ekki að vera í atvinnurekanda hlutverkinu. Og fyrir utan það að þetta er verkefnanar og ég held að Nú eru fyrirtæki jafnvel sko kom inn á þetta svið og af því að hreinlega bara vegna þess að það er búið að vera skortur á leikskólaplássum og þetta eru þetta úrslita mál fyrir sko vinnandi mann og fjölskyldur að geta komið börnunum fyrir svo þú getur farið á sótt vinnuna. En þú heldur að verkalýðsfélögin eigi alveg að láta þetta eiga sig? Ég held að þau alveg að láta þetta eiga sig og ég held að verkalýðsfélögin verði bara svo skrítin í stöð. Þú ert alltaf komið með, menna, alltaf ekki svona 2000 börn. Já, einmitt. Hjá, ok, þú ert að byggja 6, 8, 10 leikskóla, eitthvað svona. Þú ert að manna þá. Ætlar að manna þá með menntuðstarfsfólki. Eða, þú veist, þú lendir svona, þú veist, ég held að þetta sé ekki hollt. Þetta er svona svolítið eins og þau þegar að tala um þegar ríkið er að fara að gera einhver verkefni sem það á ekki að vera að gera og þá er einmitt kannski verkalýðsfélagið þarna að fara út í verkefni sem það ætti ekki að vera að gera. Nei, ég held að það ekki vera að gera það. Og minna, þú veist, minna einbytta sér að því sem er eiga að vera að gera, sem er hugsa kaup og kjör. Og þá þarfstu náttúrulega press og sveitarfélögin að þið standi í leikskólamálum. Þú getur haft skoðun á því hvað eru dýrir eða ódýrir og alls konar slíkir hlutir. En ég held við ekki reka þá. En myndirðu þá segja að þessi hugmynd Þorsteins Skúla Sveinssonar mótframbjóndaðins sé bara hreinlega galin? Já, ég myndi ekki segja hún voru galin, en hún er vond og ég er ekki sammála henni. En mér finnst það líka gaglegt í þessari umræðu, þú veist, hann setur hana fram og menn taka umræðun það er fínt. Og ég held að það sé óbúslega gaglegt. Það hefur líka verið nefnt í þessari umræðu, sko, hann hefur nefnt það og það sé gott að hann sé algjörlega ópólitískur, óflokkspólitískur maður og allt er góð með það. Mín reynsla er að í þessu, það er mjög gott að menn séu dálítið pólitískir í þessu. Eða ekki flokkspólitískir, heldur pólitískir og þekkir inn á það gangverk. Mín reynsla er líka svo að það skiptir engu máli eins og þegar ég var að vinna við Starfsgreinasambandinu. Hvaða flokkum þeir stjórnmálamenn sem voru við völd voru í og þú veist að tala við. Þetta er ekki svoleiðis, þú veist, menn segi, heldur, það er bara gaglegt að þú getur átt það samtal, skilji hvernig þau kaup gerast á eyrinni og svo er mönnum eiginlega slétt saman í hvaða flokki þú ert eða hefur verið eða slíkt. Já, þeir sem þú ert að díla við. Já, þá sem við átt samskiptum við og maður á bara oftin bestu, þú veist, það er bara svoleiðis, menn eru í verkefnum. En hefur þú verið flokkspólitískt tengdur í tíðina? Já. Ég var... Ertu ekki einhver gamall allaballi? Jú, ég var, þú veist, þó ég sé nú ekki svona, já, mér finnst ég verið rosa ungur, þá var ég sko framkvæmdastjóri Alþýðubandalagsins þegar Ólafur Ragnar var fjármálaráðherra. Alveg rétt, já. Þá var ég 21 árs. Já. Þá hefði mér svona trú á ungu fólki. Betur. Já, og það var mjög góð og skemmtileg reynsla. Ég verið allir ekki verið fram 90-92 eitthvað á því bili og svo var ég í hreppsnefndi í sveitarstjórn í Kópavogi í mörg ár, mínu sveitarfélagi. Já, fyrir hvaða flokk? Já, ég var fyrst fyrir Alþýðubandalagið og svo var ég fyrir Kópavogslistan sem var svona Reykjavíkurlista og svo fyrir Samfylkinguna. Svo ég var í framboði undir 3 bókstöfum held ég. Á minni skeið. En svo 2010 þá var ég búin að vera í nefndum hjá Kópavogsbæ 20 ár, árum fertugt og segi nú hef ég gert mínar borgaralegu skyldur og hætti þar. Já, þú er komið víða við. En aðeins að þú nefndir sko sjúkrasjóði, sá ég ekki einhvers staðar að það sko útstreymi úr sjúkrasjóðum verkalýðsfélaga hefur sko margfaldast á undanförnum bara nýliðnum árum. Já, og það eru andleg veikindi sem hafa aukist lang mest. Það er þetta kulnun sem er mest talað um, er það ekki? Nei, það er einhverju leyti kulnun og það er kvíði og svona ýmis áföll og þetta verður... Hvað skýrir þetta? Þetta er eitthvað skrítið. Ég held að það er nokkur atriði sem getur skýrt það, sko. Fyrstilega kannski erum við loksins fann að viðurkenna það. Það sé það. Það er eitthvað hlutið. Áður höfðum við sagt, haltu bara kjafti og duglegur og bytta á jaxlinu. Svo eitthvað er því að það er þannig. Eitthvað er væntanlega því að og þetta er svona eins og ég þekki það, þetta er ótrúlega mikið ungt fólk. Eitthvað er það að því líður verð en áður
sem mikið umhugsunar efni og þetta var Og svo geti eitthvað af þessu verið að það er bara Svo er það- sér hreinlega eitthvað viðkvæmara heldur en jú, heldur en það eðlilegt er. já, ég veit ekki, og svo er eins og í öllu svona, það er eitthvað að því í tísku eða eitthvað starf, menn eru spennti fyrir því, eitthvað svona, skilur en Einhver svona smitt áhrif. já, eins og er í öllu, maður þarf að prófa allt, eða svona einhvern veginn, en stundu finnst mér, sko, að vanta stundum í okkur, svona ákveðna ábyrgðartilfinningu gagnvart okkur sjálfum og hvert öðru. Það er ekki alltaf endilega lausnin fara og sækja sér styrk eða fara í leið eða eitthvað svona stundum þarf maður að horfa á sjálfan sig. Ég er stundum að reyna það og ég held að þurfa að greina svona þessa ásókn í sjúkrasjónum miklu betur. Kannski er það bara því menn eru orðinni betur upplýstur að það sé hægt. Það eru svona, það eru alls konar. Það er ekki gott ef svo er, ég meina, ef þetta er bara að vera að ganga á lægið einhvern veginn. Já, og þetta er aðeins mismunandi eftir félögum. Það eru svona líkamlega ástæður fyrir í sjúkrasjónum er meira í félögum þessu eflingu, einingu, eða þessum verkamannafélögum, það sem er vinna erfiðari líkamleg störf, menn þú sér kannski meiri ásókn á þessu sviði hjá fólki sem vinnur skrifstofustarf, skilur og svolítið að það er ekki hægt að jafna þessu saman, þetta séru líka inn í lífeyrissjóðunum. Ég veist að við þurfum að ræða þetta miklu betur og ef þetta er rétt að ungu fólki líður verð því leið fyrir 10 árum eða 20 árum eða eitthvað, þá hljótum við að þurfa að gera eitthvað í því og það getur verið alls konar ástæður fyrir því, ytri og innri en við hljótum einhvern veginn að eiga við það. En já, gefum okkur það þessi rétt að ungu fólki líður verð í dag heldur en það hefur gert áður. Menna, hefurðu eitthvað grunum, sko, hvað gæti orsaka það? Nei, og ég held að það, þú veist, ég er ekki spesialist í þessu en ég er ekki mikla, ég held til dæmis að banna börnum að vera með síma í skólanum, ég held að það sé ekki lausnin. Ég held að við erum kannski að kenna þeim hvernig að fara með hann og svo framvegis. Ég hef ekki mikla trúið að banna tækni til dæmis hjálpi neinum. En það er eitthvað los svona og sem að minn fyrst maður sér á ýmsum sviðum sem við hljótum að velta fyrir okkur er það svoleiðis. Ég hef nú haldið samt að sko þetta ég er mjög mótfallinn bönnum almennt en svona að losa börnin undan því að hafa þennan athyglis þjóf á þessum tímum þegar þau eiga að vera einbeita sér í skóla sé kannski ekki svo alls slæmt sko. Og það getur vel verið að það virki vel og þú veist en mér fannst það vera svona ein aðgerð, mér finnst við ekki hugsað það í heild sinni og meina hversu trúverðu eru við fullorðið fólk sem segjum þú mátt ekki vera með símann og þú heldur, við erum alltaf með hann skilurðu og það er kannski eitthvað sem við ættum kannski að breyta eða temja okkur segja, nú erum við, þú veist en það er einhver svona einhver órói í heiminum þú veist, sem ungt fólk skynjar held ég og það verður meiri þú veist, mér finnst ég sjá og það skynjar að þetta í gegnum samfélagsmiðlana og sína skilurðu og minna það er óvissa í heiminum og mér finnst ég sjá í mörgu svona menn eru leitandi, það er verið að prófa ýmislegt ég minna fréttir að það voru ungir strákar þannig að koma svolítið í kirkju ég veit ekki nákvæmlega hvað það er mikið að lítið þú veist, og það er verið að prófa alls konar og þú sér þetta svona ýmsum stöðum eins og hefur alltaf verið kannski að menn eru að leita að ykkur og finna eitthvað kannski fyrir ekkert opaslega mörgum 10, 20, 30 voru menn meira í einhverjum svona skipulegra félagsstarfi eða þú varst í einhverjum slíkum samtökum svo hreyfist þetta eitthvað til þetta er mjög athyglisvert með það íþróttafélög er að breytast alltaf, það eru fleiri í þeim til dæmis eru núna? Já, það er alltaf fleiri og fleiri og mér finnst þeim hafa tekist mörgum þú veist þegar þú hættir að æfa fótbolta eða hvaða íþrótt sem er 17, 16, 17, 18, 19 ára það heldur áfram að hreyfa þig og sér þessi svona áhersla á að hreyfa sig og alls konar svona holl lífverðni menn þetta er líka leið, þú veist, þú ert að gera eitthvað og svo færðu útrásina þarna, skilur sem er bara mjög jákvætt en
ok, við súmerum þetta svona aðeins upp, en hver eru svona kosningalofvörð Flosa Eiríkssonar? Já, kosningalofvörð Baráttu. eru svona frekar einföld. Mm. Ég held að það þurfa að sameina félagið. Það þurfa að tala fyrir alla félagsmenn. Og Hefur það ekki verið gert? þegar stjórnin er að skiptast á skeytum innri mál, þá finnst mér það benda til þess að það sé ekki frábær eining í hópnum. Og mér finnst að við að tala stóru málin, að tala breiðar, og ég held að ég sé góður í því, og við að tala fyrir hagsmunum allra. Og það versta sem gerist í félagi eins og AFR og þegar menn fara að tala fyrir einhverja einstaka hópa eða klæðskeri að sauma sín kosningalofvörð af þeim. Ég er ekki þar. Ég ætla að tala fyrir alla og vinna með öllum. Og þú veist, við þurfum að vera þar. VAFR þarf að geta unnið með hinum félögunum í verkalýðshreyfingunni náttúrulega vel, en fyrst og fremst að koma fram á svona festu og styrk og ábyrgð að það á ekki ákveða neitt kaup og kjör á Íslandi eða efnahagsmál eins og VAFR kom að því. Það er mitt kosningalofvörð. Það er mitt. En við getum ekki sleppt þér áður en að þú erum eflaust tjáðið eitthvað þetta, það er bara búið að vera svo mikið í umræðinni þessi affæra starfslok Ragnars Þórs, þess ágæta manns, ég hef nú takað það fram, mér hefur þótt hann standa sig alveg ótrúlega vel og hann hefur nú bent á að hann hafi lækkað launin sín þegar hann hóf þarna störf og svona, en ákveðið að halda þessum réttindum, en svo fólk að benda á að biðlaun, eins og felst í orðana hljóðan, séu þetta laun sem á meðan þú ert að bíða eftir næsta starfi, en Ragnar fer beint í hátt launað alþingistarf og þykkur þarna 10 milljón króna greiðslu sem að mörgum þótti nógum. Hvernig sérð þú það mál allt saman? Ég ætla ekki að svo sem að dvelja við að hvernig þetta kom til og í fortíðinni. Ég er bara þeirra skoðunar að þessi kjör eigi að vera með svipuðum hætti og eru á almennum markaði. Og maður semur sín kjör og uppsagnarfrest og einhvers konar biðlum stundum en menn falla frá svona, eru felldur úr svona störfum eða missa þau og ég held að það eigi að vera þannig. Ég mun ekki semja með þessum hætti. Ég hef einu sinni sagt upp hjá verkalýðsfélagi. Það var þannig, ég var hjá Starfsgreinasambandinu, langaði að fara að gera eitthvað annað, þá fór ég og hitti Villa Birgis fyrir mánaðamótin og sagði upp með 3 mánaða fyrirvara og svo vann ég út á 3 mánuði og svo hætti ég vinnu eins og við gerum eiginlega alltaf á almennum vinnu og ég held þetta eigi að vera með mjög svipuðum hætti og ég mun ekki semja verði ég kosin með þeim hætti sem hefur verið samið fram að þessu. En ef þú hefur staðið í spórum Ragnars núna, hefur þú afþakkað þessi biðlaun? Þú veist, ef að væri og ef að myndi 18 lappir á einum hundi, ég ætla ekki að reyna að svara þessu, þetta er bara, hann tók þessi ákvörðun, þetta var hans samningur og ég hef ekkert meira það að segja í svolítið. Okay. Já, ég held að þeir sem horfa á þetta viðtal hafi örugglega fengið að kynnast þér allavega aðeins betur og nú er bara kosið á 5. næstu dögum eftir það og svona, ef ég spyrði hvernig meturðu möguleika þína? Það er óbúslega erfitt að því, þú veist, þetta eru 40.000 manns út allt samfélagið, þú veist, það er svona erfitt einhvern veginn að finna púlsinn. Ég held ég eigi góðan séns. Ég ætla bara að vera þangað til annað kemur í ljós. Ég held ég eigi góðan séns. Mér finnst ég finna það víða þar sem ég kem að fólk kann við það sem ég er fram að færa og tilur ég hef eitthvað í þetta að gera, svo ég er bjartsýnn. Flosi Eiríksson, ég þakka kærlega fyrir spjallið og óska þér góðs gengis. Takk. Takk fyrir þetta.